Við erum komið sælnættur. Það sem við ætlum að skoða núna er samlagning talna í taugakerfinu og þetta er kafli þá 4-6 í bókinni, allavega fjórðútgáfu. Og þegar við leggjum saman tölu í taugakerfinu þá verðum við notast við einhver viðeigandi kóða og við ætlum að halda okkur við binary coded decimal kóða sem við skoðum í byrjun námskeiðsins. Og það er vissulega hægt að nota fleiri kóða en BCD kóðin er töluvert hentugur kóði í þetta verkefni. Og ef við skoðum fyrst hver inngangs- og útgangsþörfin væri fyrir slíka samlagningarás, að við vitum að hver BCD-tala að hún getur, talnasviðið hennar er frá 0 til 9 og þar af leiðandi þurfum við 4 bita fyrir hverja tölu. Það leiðir við að sér að summa tveggja BCD-talna að það er það hámarki hlýtur að vera 9 pluss 9 og verður því samt, þannig glemtist svona, þannig að summa tveggja talna getur þá verið 9 pluss 9 pluss ætla að hafa þetta verið lit 1 og þetta hérna þá ef við varum með carry frá einhverjum tölum á undan, þannig að hérna getum við fengið að hámarki 19 þar sem þessi hérna væri þá carry og þessi hérna væri þá rauninni summan. Og við skulum teikna upp blokk af slíkri rás og við ætlum að reyna að búa til eitthvað sem heitir decimal adder. Og eins og ég sagði hvað þurfum við marga innganga? Hvað er hérna? Við ætlum að leggja saman 2 tölur, hljóta að þurfa 1, 2, 3, 4, við þurfum allavega svona, þar sem þetta hérna er BCD þá 1 og BCD 0. Og hvað þurfum við líka? Við hljótum að þurfa eitthvað sem heitir CIN, þegar við erum að leggja saman einhverja n bita tölu. Ef við erum með marga í röð, alveg eins og við vorum bara þegar við erum með halvættir og fullvættir, þá viljum við fá einhvern carry in og carry out. Og hvað viljum við fá út úr þessu? Við viljum fá einhverja summu og þessi summa á að vera 4 bitar og væntanlega með möguleika á einhverju sem heitir carry út. Og nú þurfum við bara einhvern veginn að útfæra þessa rás. Og ef við pröfum nú bara að leggja saman í þessi rás, ég get ekki stækka þetta aðeins, svona, og pröfum bara að leggja saman hæstu mögulega tölu og við vitum að hæsta mögulega tala í BCD er tala 9, við ætlum að nota 9 hérna og 9 hér. Við fáum 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 og segjum sem svo að við séum með 1 inn í carry, þetta er það hæsta mögulega talan sem við getum fengið. Og byrjum bara á því að rekna þetta saman í decimal 9, 9, 1, þá líta út einhvern veginn, þetta er 1 hérna, pluss 1, þannig að við erum með töluna 19. Þannig að það sem við viljum fá hérna út hlýtur að vera talan 9 og 1. Þannig að við fáum 1, 0, 0, 1 og 1 í carry eða töluna 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 eða 19 í BCD þar sem auðvitað 1 er hér og 9 er seinni 4 bita talan. Nú, við getum prófað einhver aðra tölu líka að ganni og hún skiptir litið það,
svona. Ef við pröfum töluna 5 pluss 5 pluss 0 að þá væri þetta hér svo mikið sem 1 það er ekki 0 0 1 svona 5 pluss 5 0 1 0 1 og svo 0 hérna. Hvað er það sem við myndum ætlast til að fá út hér í rauninni? Þetta er talan 10, þannig að hérna myndum við vilja fá 0 0 0 0 og svo 1 út í carry eða 0 0 0 1 0 0 0 0 það sem 10, það sem þetta hérna er þetta 1 og þetta hérna er 0. Og við skulum skoða núna hvernig við getum búið til þessa rás hérna. Þá er ég vantilega að tala um þessa rás sem kemur hérna inn í. Við þurfum einhvern veginn að búa til þessa rás sem fullnægir þessum kröfum, og í staðinn fyrir að við gætum farið og hent þessu upp í sannleikstöflu og dregið út einhverja jöfnur, hentið með k-kort og búið svo til einhverja rás sem væri þá mjög stór og viðamikil. Þannig að það er betra fyrir okkur að nota í rauninni einhverja standard einingar sem eru til, einhverja grunnrásir, einhverja grunnflétturásir, og eitt af því dæmum er þessi 4-bita adder sem við höfum að skoða hingað til. Að ef við getum tekið bara standardrás sem er tilbúin, 4-bita adder, og sjá hvort við getum ekki nýtt okkur slíka rás við smíði á BCD samlingarás. Og við höfum þegar skoðað 74 LS283 rásina sem hendar mjög vel í þennan tilgang. Við skulum aðeins skipta yfir í Multisim hérna og byrja aðeins á því að greina í rauninni hvernig við þurfum að modifæja þessa rás, hvernig við getum ekki nýtt hana beint. Ef við leggjum saman einhverja tvær tölur A og B, skulum byrja að leggja saman töluna 3 pluss, já, bara 3, þannig að við fáum töluna hérna 0 1 1 0 sem er talan 6. Skulum pröfa að leggja 8 pluss 1, fáum töluna 9, en hvað gerist ef við leggjum til þess saman tvær stóra tölur, 9 pluss 9? Að þið sjá það að hérna fáum við 1 0 0 1 0. Hvað hefðum við viljað fá hér? Þetta er 9 pluss 9 og carryin okkar er 0, þannig að hérna hefðum við viljað fá 18, hérna hefðum við viljað fá töluna 1 0 0 0 og 1 í carry. Þannig að það sem okkar verkefni núna liggur fyrir er að nýta okkur 283 rásina og einhvers konar hlið til að búa til BCD samlingarás. Og við munum þurfa tvær svona og nokkur hlið til að skoða þetta. Sjá hvort hérna er ég með kort, svo ég komast ekki á skjáinn. Svona. Og hérna sjáum við í rauninni vandamálið á svarta hvítu. Það sem við erum að gera hér, hérna erum við að leggja saman tvær binary tölur og við fáum það hérna við sjáum hérna í töflu 4,5 í bókinni að binary summan, að hún, við höldum bara áfram að telja hérna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og þegar við förum hérna yfir 9, að þá heldur hann bara áfram að telja upp í 10. Við höfum einungis áhuga að telja upp í 9 og þegar við komum upp í 9 að þá viljum við bara fá nýjan staf. Þannig að binary sum og BCD sum, við sjáum það að hérna þegar við förum yfir töluna 9 að þá viljum við breyta rásinni, við þurfum að limita rásinni einhvern veginn við 9, þannig að við fáum, þegar við förum upp í 9 að þá fáum við bara næsta staf.
í staðinn fyrir að halda áfram að telja niður. Þannig að skulum skoða það bara í næsta myndbandi, en bara að gera ykkur grein fyrir því hvert vandamálið er hér. Hérna erum við bara að leggja saman tvær plain binary tölur. Við viljum nota standard fjarbita samleikingarás til að búa til BCD samleikingarás eða samleikingarás í tugakerfinu. Við skulum skoða það næst. Ég ætla að stöðva þetta myndband núna.